Og þá það lífið ágætu áhorfendur, það svona skýjað með köflum, en við ætlum að fá Ómar Ragnarsson sem gest okkar í dag. Hann þekkir einna best Reykjavíkurflugvöll og margt annað auðvitað. Nú, svo það borðsiðir með Sirrý, við ætlum að læra að haga okkur eins og menn, eins og sagt er. En við ætlum að byrja á því að kíkja inn á Borgarbókasafnið. Þau leigja ekki bara út bækurnar eða lána þær bara út, heldur þar eiginlega orðin svona bókabúð. Það hægt að fá bækur á skíð og ingenting, eins og maður segir. Við ætlum að byrja með Sigmundi Erni niður í Grófinni. Það stundum haft á orði að bókin lifi góðu lífi þrátt fyrir allt og mönnum finnst það í sjálfu sér mjög merkilegt. Mér finnst það nú ekki, þetta mjög aðgengilegur og meðfærilegur miðill sem hægt að glugga í að lesa upp til agna hvar og hvar sem er á landinu og í heimi hér. Og einhvers staðar segir að blindur sé jú bóklaus maður og ég held að sé nú töluvert til í því ágæta orðatiltæki. En sem sé, við erum stödd hér fyrir framan Borgarbókasafnið í Grófinni og tilefnið að hér búið að opna hvorki meira en minna en markaðstorg með svolítið lúnum bókum en góðum bókum sem hægt að fá á 100 krónur stykkið eða kaupa þær einfaldlega í kílóavís. Af hverju eru þið að halda, hvað maður að segja, þetta markaðstorg í Borgarbókasafninu? Það kemur nú til að því að það heilmikið grisjunarátak í gangi hjá okkur og við vorum að velta fyrir hvað við ættum að gera við allar þessar bækur og leiðinlega að henda þessu öllu og við erum yfirleitt með smá söluhorn. En við ákveðum að gera þetta bara með stæl núna og hafa þetta og prófa þetta. Við byrjuðum í gær og ætlum að hafa þetta í mánuð og sjá hvernig gengur. Það óskaplega erfitt, maður finnur það á sjálfum sér að henda bók. Já, það mjög misjafnt hvað starfsfólkið á, sumir bara ráða ekkert við þetta og erum þá bara í öðru. En svo eru aðri grimmari og að því við þurfum. Við erum að fá nýtt efni á hverjum einasta degi inn í safnið og ekki stækkar safnið. Og við viljum hafa þetta lifandi safn, þannig að við losum okkur við það sem ekki hreyfist og líka losum okkur við það sem orðið óhreint og illa farið. Og við höfum bókasafnskerfið sem heldur alveg utan útlánin, þannig að við getum skoðað hvert eintak og hversu ofta hefur farið í útlán og við hendum ekkert út í loftið, heldur þetta vísindalega unnið. Og svo eins og gengur þá eru sumar bækur ósnertnar en aðrar eru í rauninni lesnar upp til agna. Já, og það kemur oft fyrir að við þurfum að henda bókbæknar, hún er bara búin. Það er búið að lesa hana það mikið að það ekkert eftir. Og þá getur verið erfitt kannski að nálgast sund efni. Við getum nefnt vinsæla skáldkonu eins og Guðrúnu frá Lundi sem reyndar nýkomin út að nýju en hún var kannski komin að ystu mörkum hér áður en að endurútgáfan hófst. Já, og það Dalalíf og Afdalabat sem hefur verið endurútgefnar en hinar bækurnar hafa ekki verið gefnar út aftur og þær eru lúnar og mikið lesnar það eru alltaf í útláni. Og svona rétt hanga á bókvellinu. Já, og svo reynum við að svona hressa upp á þær bækur og svona þær sem eru ófáanlegar og eru vinsælar, þá lögum við þær til. Það ekki aðeins 10.000 bóka hérna í Borgarbókasafninu sem reyndar á mörgum stöðum í Reykjavík, ekki bara hérna í Grófinni, heldur skipta þessar bækur 100.000? Já, það eru 450.000 bækur sem eru hérna í öllum söfnum Borgarbókasafns. Fáið þið allar bækur? Við ákveðum hvað við kaupum. Við kaupum allt íslenskt efni, en við erum ekki varðveislusafn, þannig að við getum hent, þurfum ekki að passa upp á, en við geymum alltaf 1-2 eintök af íslensku efni. Við gerum það. Eru bækur misjafnlega vinsælar frá einni árstíð til annarar? Það hreyfist meira svona það sumarlesturinn, það svona léttari bækur sem hreyfast á sumrin og síðan eru það auðvitað skólabækurnar og svona það sem við eigum af þeim, það fara í vetrarmánuðina og ferðabækurnar fara mikið á sumrin. Bæði erlendar og ferðabækur Ísland. Og fólk sækir bókasöfn í ríku mæli, þetta eru langt í frá dauða stofnanir, þetta eru mjög lifandi stofnanir. Mjög lifandi, hér alltaf fullt af fólki og mjög gaman að því. Og þetta náttúrulega hið eina sanna menningar torg ef svo má segja í bestu merkingu þess orðs. Já, og mjög gaman því sem helgar þegar fjölskyldufólk kemur með börnin sín og börnin koma, rópa af ánægju þegar þau koma bókasafnið og svo fara þau að gráta þegar þau þurfa að fara. Það er ekki eins gaman. Og þetta ekkert ósvipað því að fara í kirkjur. Það fara margir í kirkjur hvar sem það drepa niður fæti, hvort heldur hér heima eða í útlandum og finna til friðar. Hér ákveðin eirð. Já, ég geri þannig alltaf því ég fyrir heimsæki nýjar borgir, þá skoða ég bókasafn. Þá fer ég
bókasafninu að skoða. Og það alltaf sama andrúmsloftið á þessum bókasafnum. Og færði yfir því þessa vellíðan. Já. En það merkilegt með bókina, Áslaug, að ég var að flytja fyrir 2 árum úr nokkuð stóru húsi í minna húsnæði og þurfti að grisja bækur, fann það á sjálfum mér að það var mjög erfitt, en varð að láta frá mér bækur í Rauða krossinn og ABC og allar þessar góðgerðarstofnanir sem taka á móti efni af alls konar tagi. En þá áttaði ég mig á því að ég gat látið svo að segja allt DFD-safnið af barnaefni frá mér, ég gat látið alla CD-diskana frá mér vegna þess að þetta komið inn í annað form, en af því sem ég flutti með mér þá tók ég eftir því að bókin, það svo miðill sem lifir allar tæknibreytingar af. Já, það bara annað að halda á bók heldur en að vera með hennar rafrænu formi, þó það sé gott líka. Þá það, og við eigum erfitt með að henda bókum, svona almennt. Það eitthvað sem segir manni til dæmis að ljóðabók les maður ekki af kyndli rafrænt. Það einhver stund sem maður á með ljóðabókinu sem verður að vera áþreifanleg. Já, það alveg rétt. Ég alveg sammála því. Þið með þetta markaðstorg hér í mánuð. Fólk kemur hér í stríðum straumum og tilbúið að verða sér út sem bók. Þetta kannski upplagt að gera áður maður heldur út í sumarfríð. Já, og þetta líka mjög sniðugt að þú koma í bókasafni í sumarbústaðnum eða þú ert að fara á sólarströnd þar sem að þú vilt kannski ekki vera með bókina út af þetta í sandi og sólarolíu, þá getur bara tekið með bók hérðan, keypt hann á 100 krónur og hendin síðan þú búin að lesa hann. Og talandi verðlagninguna, þetta alger kostakjör. 100 krónur bókin og svo getur þú keypt 1 kíló og 200 krónur. Við erum með vikt hérna til þess að... Það kílóverð af bókum hérna? Kílóverð af bókum, já. Ætlið að vera með þetta árvist hér eftir? Við sjáum til hvernig þetta gengur, já, ætlið það ekki bara. Þannig að það kemur bara ljós. Þetta fyrir vel að stað, þannig að við getum vel trúið að það bara áfram. Takk fyrir. Segir Áslaug Óttarsdóttir og það hægt að drekkja sér hér í bókum ef svo má segja. Þetta ekki bara jólabókaflóðið, þetta eiginlega allt ársflóðið af bókum sem hægt að finna hérna. Bækur af öllu tagi. Sjáum við þess að hérna til dæmis sögusafn heimilanna. Maður kemst nánast við að sjá þessi gersemi sem hafa fylgt Íslendingum lengi vel, ættareinkennið eftir Grant Allen og svo hérna til með bók eftir Daniel Steele þegar mest á reynir, væntanlega einhver ástarsaga en inn á milli eru dýpri skrif eins og Antitúri, Dagur í Austurbotni og hér til með stóra en Eldjárn. Hægt að kaupa hann á 100 krónur. Baróninn, einn af hans bestu bókum, sjaldgæflega góð og velskrifuð ævisaga. Og bækur reyndar af öllu tagi, hvort heldur eru Kiljur eða í bókbandi, Vegalínur eftir Ara Trausta Guðmundsson. Allt saman bækur, miklar hugsanir, stórar og smáar sem hægt að kynna sér og kaupa annarkvort í kílóaverði eða á 100 krónur stykkið og það nú varla hægt að fá bækur á minna verði í dag. En að gera að kíkja inn í Borgarbókasafni hér í Grófinni næstu daga, allt fram í miðjan júlímánuð og rösklega það og kaupa sér bækur, verða sér út lesefni til þess að njóta yfir sumarmánuðina því eins og ég gat í upphafi, blindur bóklaus maður.